Jæja, þá erum við komin aftur hérna meðan Viggo landsliðsbakara og við erum svona grandskoða súkkulaði og þess vegna ætlum við að senda boltan aftur yfir til Frakklands og sjá hvað hann er að gera þar. Þar er hann að henda saman súkkulaðimús og þeir eru með svona sérstakar aðferðir sem við Íslendingar þurfum að tileinka ef við ætlum að vera í sama gæðaflokki með þetta gæða súkkulaði. Og það er svona smá leyni í þessu sem að Viggo ætlar að sýna okkur. Svo kíkjum aðeins heim til Íslands og sjáum hvort að Viggo getur kennt okkur að gera alveg súkkulaðimús. Já, Viggo, þú ætlar að sýna okkur að það sé hægt að gera auðvelda súkkulaðimús. Mjög auðvelda. Þetta er eiginlega bara tvö efni, það er rjóma og súkkulaði. Maður hefur alltaf heyrt sko að þú ert að sjóða niður eggin og gera þetta og þeita og þú ert bara með eitthvað þvílíka einfalda. Þetta er mjög einfalt. Herðu, ég hlakka til að sjá þetta. Segðu okkur, hvað ætlar að gera? Við ætlum að hita rjóman, svona næstu að suðu. Ok, ég fæ að kveikja hérna hjá okkur. Kveikir á hellinum og ég er að bræða súkkulaði hérna í örbygjómnum. Já, þú er svolítið hrifinn af að bræða í örbygjómnum. Já, það er sem okkur finnst þægilegast, þannig að það fari ekkert vatn í súkkulaði eftir í vatnsbæði eða... Margir nota bara örbygjómnum til að poppa og svo núna er þetta að poppa og bræða súkkulaði. Já. Mér líst vel að það, góð fjárfesting. Góð fjárfesting. Svo ætlum við að þeita rjóma. Við getum bara látið þeitast. Ég ætlum að við erum að byrja. Svo lætið vélina alltaf. Hérna er alltaf sýning smá með rjóman að núna er rjóminn tilbúinn og það sem mann hefur kannski yfirleitt gert er að þeita rjóman alveg stífþeitan. Þetta er hámark hjá lofti sem kemst í rjóman og þegar þú byrjar stífþeitan þá er fitan í honum sem bara herpa saman og það er erfiðara að blanda honum saman með músina eftir smá stund. Þannig að þetta er rjóminn eins og hann á að vera þegar þú byrjar að blanda hann í músina. Þú færð ekkert meira loft í hann. En þú varst líka að tala að þeita hann svolítið hægt til að loftbólurnar eru minni og auðveldar að blanda við súkkulaði. Það er líka þannig að maður þeitir ekki rjóman á fullur hraða, slett svo það allar vekki, heldur byrjar maður aðeins hægt og letar að þeitast það hægar upp. Þannig loftbólurnar í rjómanum eru jafn stórar. Þetta er svona smá tæknilegt atriði, þetta skiptir máli í enda niðurstöðu músinnar. Já, maður líka að sé sumir eru kannski með sama magn af mús og með kannski 5 glösum, aðrir sem er aðeins svona vandvirkari en þeir ná kannski 6. Já. Herðu, ég var búinn að sjóða upp á rjómanum og hann er orðinn heitur. Og þá fer þessi tæknileg hluti í gang. Þetta hérna er mikilvægt skref sem Viggo er að fara að gera. Þetta er nákvæmlega eins og við sjáum súkkulaðinn kennarinn okkar gera þann. Hann byrjar rólega og vinnur greiðlega með spaðanum. Það lítur út fyrir að súkkulaði sé að skemmast núna og kannski maður hættir og ákveður að henda þessu. Þetta er alveg eins og það á að vera. Það er svolítið mikilvægt að hella alltaf bara smáeins í einu. Já, svo vinna það alveg saman. Ég heyrði þarna í kennarinn okkar segja að súkkulaði væri svona svipað eins og að gera bearnaisesauce eða majónes sem maður þarf að binda fituna og vökvann saman. Já. Margir hafi séð svona skilda sósu og það er rauninni þá, það er ekki búið að binda þetta náðu vel. Það er akkurat. Eins með súkkulaði. Já, það er komið. Segja að maður er að byrja í miðjunu og hræra þessu út. Það var það rjóminn. Rjóminn. Hann er akkurat þessi þeiting, þannig að það sé auðvelt að blanda hann. Ef hún er alveg stífþeitt og búin að standa hann í kæli í hálftíma, þá er rjóminn búin að setjast. Þannig að hann er alveg harður aftur. Þá þarf meira afl til þess að losa hann til að fá ekki svona hvíta klumpa í músina. Þannig að þetta hérna blandast mjög auðveldlega eins og sér. Hvað lætur þetta svona stífna lengi í kæli? Svo ætlum að setja þetta í glös eða stilla þessu bara inn í kæli. Þá er þetta svona 2-3 tíma, þá er hann stíf tilbúin. Heyrðu, glæsilegt. Við fáum að setja fallega upp og við þökkum bara Viggo fyrir komuna. Það var frábært að fá svona innslag. Íslendingar eru jafngóðir útlendingarnir, við erum búin að sanna það. Heyrðu, þá segum við bara klárt.